One Direction með lagið One Way or Another. Þetta kemur hann í gírinn. Já, þetta kemur einhverjum í gírinn að núti allavega því að það er oft verið að töða yfir að sé ekki spila nógu mikið af One Direction hér í þessum þætti. Og já, það eru svona yngri stúlkur sem hafa verið að kvart undan því. En það get ekki kvartað við þessu. Þetta var One Direction. Klukkan orðin rúmlega 4 þennan þriðjudaginn / mánudaginn. Jep, og herru, sólinn var að detta inn. Sólinn var að detta inn, Hagléli datt inn áðan, sem var mjög kósí. Já, ég. Man fór og fekk sér hádegismat í Hagléli. Já, man fekk sér bara heitt kakó og svo fór það, sko. En eins og glöggir hlustendur hafa kannski tekið eftir að þá situr ekki Sveppi Krulli eða Sverrir Þór Sverrisson beint á móti mér. Nei. Heldur gleðipinninn, eitt svo allra vinsælasti, stórkostlegu söngvari, Sprelligosinn og bílasalinn Steindi Junior. Já. Vertu velkomin. Kæru hlustendur. Stóðstu frábælega í síðustu viku, þannig að það er sannur heiður að fá þig hérna aftur. Já, takk fyrir það og ég líka er að leysa af því líka meistara. Fyrst Pétur og núna Sveppa. Já, þetta er engin smá fótspor til þess að stíga í, sko. Ég er að segja það. En við ætlum hins vegar að vera með, algjöra veistlandi ykkur í dag. Kæru hlustendur, við förum í svona, fasta þriðjudagsliði. Já. Og það eru liðir eins og talaði við símtal. Ok. Við förum í nágrannan, gamla góða. Paranoia nágrannan. Við erum svona, við hringja á stigaganga bara með það. Það er minn uppáhaldsliður í þættunni þínum. Já. Og trúið mér, við erum búin að taka þetta upp. Og því líka Þetta verður steikt í dag. Já, orðið á þannig að ég er nýr nágranni sem er að fara að halda eitthvað rosalegasta innflutningspartí allra tíma. Og Steindi Junior, hann er með dóttir sem að þarf að ná illum öndum úr. Já, ég sagði nágranni mínum á blokkinni að ég væri með andasæringu kl. 9. sem er vel grillað en skemmtilegt engu að síður. Svo ætlum við að fara í gamlar auglýsingar. Já. Það er að segja gamlar skjálýsingar og það er liður sem við kallum geymt en ekki gleymt. Þannig að eins og þið heyrið, kæru hlustendur, þá erum við búin að vera duglegir strákarnir. Þú ert að gleyma einu rosalega mikilvægu. Hvað er að gleyma? Þú ert að gleyma að það verður enn og aftur íslenskt slúður. Það er rétt hjá þér. Við vorum með það síðasta miðvikudag. Já, ég held líka að hlustendur hafi mjög gaman að því að fá íslenskt slúður beint í æð. Það meina það er bara hellingur að gerast. Já, við nýttum okkur að það var frí í gær og við fórum á stúfana og við erum búin að komast að hellingaslúðri bæði á netinu og bara í gegnum fólk. Já. Og það eru þarna, sjokkarendur hlutir sem þið heyrið eftir til dæmis Eyþór Inga, Hermann Hreiðars, Jóa Fel og fleiri. Ok. Allt að gerast í slúðurheimunum. En hvernig ertu búin að hafa það síðan á miðvikudaginn, Steindi? Hörru, ég er bara búin að vera góður. Það ekki, var þetta ekki fín helgi hér? Jú, hún var bara róleg þessi. Já, hvað gerður Ég fór... Horfður á Eurovision? Ég horfði á Eurovision og jú, ég verði að vikina það. Ég fekk mig 2-3 bjóra og... Það kemur engum á orð. Nei. Ég ákvað, sko... Já, ég er nú ekki mikill Eurovision kall. Ég vikina það. Þú veist, ég hef nú frekar svona meira gaman af því sem er í kringu það. Já. Þú veist, það er svona partí og fólk að grilla og svona. Já. Þannig að ég ákvað að hendi í partí bara heima. Og varst með Eurovision partí? Það var með Eurovision partí. Já. Annað árið í röð. Já. Þú varst nú í fyrra. Ég var í fyrra, ekki núna. Við Sverrir Bergmann fórum á Sauðakrókum helgina og það var hrikalega næs. Já, ég var leinigestur þar í brúðkaupi. Já, og ég sá ljósmyndað ykkur. 2 sköllóttir komnir í jakkafötin og aftur heim. Já, komnir, 2 skallar heim í Skagafjörðinn. Það er alltaf yndislegt að fara þangað. Fór þar í skemmtilegt brúðkaup. Gistu þeim að hjá foreldrum sessa. Já, það er líka svo þægilegt. Mamma hans og pabbi. Þau hata ekkert að dæla bakkelsíði, sko. Herru, það fyndnasta var að þú sendi mig ljósmynd í SMS-i sem var einhver fermingamynd af Sverrir Bergmanni sem þú hefur náð að sjá að henni stofu hjá hann. Já, við skulum ekki ræða það. Það er einhver versta mynd sem ég séð af úlling allra tíma. Við getum alltaf verið sammála það að Sverrir Bergmann er nú myndalegur strákur, sko. Hann er flottastur. Ég sá þessa myndin í stofu hjá hann þegar við vorum að fara daginn eftir. Hann var ógeðslegur krakki, höfum það bara einu, hann var ógeðslegur. Það var bara eins og hann væri að fara á eitthvað grímuballi eða eitthvað, ég er ekki að grínast. Þetta er eitthvað versta mynd sem ég séð og hún hangir upp í stofu hjá foreldrum. Getum við ekki sett þetta á 95 blöðu Facebooki? Já, sveimi þá, ég þurfti að komast... Nei, þetta var Snapchat, ég er búin að eyða myndinni. Já, rétt. Því miður, en ég á kannski eftir að gista þarna aftur ef þau eru að hlusta og þakka þér kærlega fyrir mig og við erum eins og þið heyrið, kæru hlustendur, við erum í stuði, það er hellingur að vera hjá okkur og við ætlum að byrja þetta á Rudimental, svo er það íslenskt slúður. Oh yeah. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you don't know. Lost my mind and lost my goal. Já, á
ekki láta sjá sig þar Steindi? Jú, ég held það bara. Nei. Ég var reyndar freka fulli við því að DMX hafi verið kanselaður. Já, hann var ekki kanselaður, hann bara má ekki fljúga á landi. Nú var það svoleiðis? Já, því að, hann glæpamaður. En svo heyrði maður reyndar að Ludacris ætlaði að koma hann í stæðin. Já, en það hefur ekkert verið staðfest það. Nú það málið. Ég veit það ekki. Ég held maður verið bara að mæta og sjá til. Já, ég laka mest til að sjá Rudimental, það nokkuð ljóst. Ok. Mér finnst það flott lög með honum. Já. Sem hérna á stöðinni. Til dæmis þetta og líka, það eru fleiri, nenni ekki fara að tala um þetta. Nei, við nennum ekki að tala um tónlist þessum þetta. Það komið að slúðri og Waiting All Night heitir hitlaði. I've been waiting all night for you to tell me. Þetta partí. Þetta partí og... Málið það að ég svo ánægð með slúðrið að því að það alíslenskt. Já, það íslenskt slúður í dag, alveg eins og við Steindi vorum með síðasta miðvikudag. Og okkur finnst einhvern veginn skemmtilegra þegar slúðrið íslenskt. Já, það það og ég held að hlustendum finnist það líka. Já. Það það fólkið veit hvaða fólk þetta og kannast jafnvel við það. Nákvæmlega, og ég ætla að byrja slúðurpakkan á Jóa Fel. Ok, þeim miklum leiðtúa. Já, frábær bakari og bara one hell of a human being eins og menn segja. Og hann var að lenda í leiðindavesen hann Jói Fel, hann misti putta en daginn. Ok. Já. Í bakarínu? Nei, hann var ekki í bakarínu. Hann var í rektinni. Hann klemdist putti, hann var að taka bekk. Veitu hvað stellist þetta? Ég er bara inn á netinu. Bara inn á Devaf. Já. Og hann festist þess að og puttin fyrir af honum. En hann segir hér í viðtali segir hann að þetta hefur sína kosti líka því að hann elskar að fíblast fyrir framann krakkana, þykjast eru búin að setja puttan upp í nefið á sér sem ekki og eitthvað svona. Þannig að hann segir að það alveg hægt að fíblast með þetta og lítur á þetta með svona lítur svona björtu leðarnar. Þetta nákvæmlega eins og ég vissi að myndi tækla þetta. Hann fer í gegnum þetta brosandi. Ég veit það. Ég er svolítið ánægð með það, þetta ætti nú ekki að hafa mikil áhrif á hann. Nei, eitt putti. Eitt putti, hvaða putti var þetta? Já, það stendur ekki, það sem mjög skrítið. En Jói Fel bara með 9 putta. Ok. En þú, hvaða slúður varst þú með? Herðu, ég menna slúður. Þetta slúður kemur ekki frá internetinu. Nei. Heldur var mér sagt þetta, lítill fugl hvíslaði samir. Já. En það að Hermanni Reiðarsinni fótbolta góðsögn. Já. En eins og þú veist, þá hann núna bara að þjálfa. Já. Þjálfar í BVF og hefur ekkert verið með og svoleiðis. Nei, hann búinn að vera bekknum samt. Já, akkurat. En það sem hann búinn að taka upp á núna er að hann byrjað að reykja. Nei. Jú, hann byrjað að reykja. Og hann var... Þessum aldri? Já, það er rosalega sérstætt. Hann fekk sér stundum póka þegar hann var í flugi. En núna er hann byrjað að reykja. Og honum finnst ekkert skemmtilegra en að segja við, honum finnst svo gaman að eiga síkó. Ég held að, hann reykja Winston Light. Honum finnst svo gaman að bjóða mönnum og segja henni en að koma út í smók. Já, þannig að það er svona... Já, þetta er svona, kom og fá þig smók. Það er svona spennandi. Sósíal, En leiðilegt að heyra. Já, þannig sérst að þegar menn byrja svona seint, en á móti þá þú veist, hann kannski á hellinga pinn, hann á efna á þessu. Já, hann kannski efna á þessu. Getur ekki orðað þannig, hann á efna á því að reykja. Já, svo hér slúður sem að, tengist nú Eurovision faranum okkar, en ég var að fá, ég er ekki búinn að fá staðfest, en ég var að fá það slúður að Eyþór Ingi, hann fekk sín fyrstu pungár 6 ára. Já. Já. Ég geti trúið því. Algjörlega. Samkvæmt, mínum heimildum. Já. Og það kallaði brunaslangan í 6 ára bekk. Já. Þannig að þetta það er svolítið ungt, 6 ára. Já. Þá var hann bara að byrja strákurinn. Og svo, þú varst með eitthvað með Sim og Jóa, eða ekki? Jú, nákvæmlega, það er seinasta slúrið. Við erum alltaf bara með 4 móla. Já. Við erum að skamta, Reyndar, ég hef búin að heyra af fleirum, en þetta er svona, það skemmtilegasta. Já. Þetta er bara nánast staðfest saga. Hún kemur frá, nánum félaga. Ok. Hann var vitni af því, inn á Aktu-taktu, núna síðasta fimmtudag, þá fara þær að rífast. Sim og Jói? Sim og Jói. Og ástæðan fyrir því það að Jói, þeir eru náttúrulega þekktir fyrir að hafa mjög gaman að bíómyndum og kvikmyndum og þáttum og svoleiðis og fara oft í bíó saman félagarnir. Já, svona kvikmyndanördar. Kvikmyndanördar og þeir voru að rífa, Jói var að segja við Simma að hann hafi aldrei séð Starship Troopers. Mannst eftir henni? Já. Starship Troopers. Ég mann eftir henni. Ágætis ræma. Já, og fóð það svona í töðunar á Simma? Herðu, það fór ekkert bara í töðunar á honum. Hann slæri Jóa. Inn á Aktu-taktu? Með opnum lóa. Ok. Þannig að... Af því að hann var ekki búinn að sjá Starship Troopers? Ítrekkað. Ég er ekki að grínast í þér. Og þannig að hann löðrungar Jóa þarna
þvert og yfir bara borðin hérna á aktu taktu. Og enda það í einhverjum slagsmálum og leiðandum? Nei, þið fóru saman út, sko. Nú, já. Já. En þetta þú veist, svona þetta. Já, þetta var slúðurpakki dagsins og hann var allur íslenskur, ekkert slúður á þér frá þeim helgina, Steindi? Nei, það var bara, nei. Það var lítið? Já, það er eitthvað rólega, en þér? Nei, já, potaði auga á mér, annars ekkert. En það var óvært og ekkert meiru það að segja. Þetta var slúðupakki dagsins. Og ferskur var hann. Já, ferskur, íslenskur. Þú maður farið hér í auglýsingar og svo er það talaði við símtal hér eftir örskamastund og já, það er skemmtilegt. Koma! Þín! Við erum aðeins hraðar! Viltu hjálpa öðrum að öðlast betra og heilbrigðara líf? Ertu kannski efni í þjálfara? Einkaþjálfara eða styrktarþjálfara? Kynntu þér Íþróttaakademíu Keilis á keilir.net. Umsóknarfrestur til 19. júní. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Fáðu þér ferskan og frískandi Flóridana sumarsala. Flóridana. Lifðu vel. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Rentatent. Ertu á leiðinni á Keflavík Music Festival og leiðist að tjalda? Kíktu á rentatent.is og sparaðu tíma á fyrirhöfn. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í maí. 25% afslátt af pítsum af matseili hjá Rizzo og 20% afslátt hjá fatahreinsun hjá efnaleginni Björg í Mjódd. 40% afslátt af bílaþvotti hjá Splass. 12% afslátt hjá Ósushi og 10% afslátt hjá 1011. Ólís og Óbí bjóða þér fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttarlykil Ólís og Óbí á stöð2.is. Kynntu þér nánar þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apar hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 957. Á FM 957, Ötti og Steindi með ykkur hér í Fantafíling. Það er ekki rosalega líð með vel hérna í stúdíónu. Já, og það er komin tími á dagskrárlið sem að heitir Talað yfir símtal. Ok. Og já, nú spyr ég þig, Steindi. Ég hringi eins og núna, ég er með smá auglýsingar hérna úr Bændablaðinu. Já. Og annar okkar hringir og er að tala, sem sagt, út á auglýsingunni. Og hinn er að tala inn á línu á meðan. Ok. Þannig að nú spyr ég, hvort viltu vera? Já, þú meinar. Já. Þegar stórt er spurt. Viltu vera sá sem er að bulla á línunni eða viltu vera sá sem er að halda upp í samræðin? Herru, ég var til að vera bullarinn. Bullarinn? Já. Ok. Þá ætla ég að ringja hérna í eitthvað góða auglýsingu. Ok, og ég má segja hvað sem er. Já, þú ert bara að ruggla eitthvað, sko. Ok. Hérna bara að kaupi alla tegundra vínilplötun, borga toppverð. Já, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég er að ringja hérna út af, óska eftir kaupi alla tegundra vínilplötun. Já. Ertu að safna því? Já. Já, ok, ég hérna... Það eru rottur í þetta? Ánafla ágæti safn. Já, ok. Þannig ég ætla að... Hvað er þetta á landinu? Ég er á... Það er rotta í hotninu? Er í bænum eins og er, en bý fyrir norðan. Já, ertu með þetta nokkuð? Getur þú opnað klósettið? Halló? Hérna... Ertu hérna? Halló? Hæ? Ertu hérna? Já, ég er hérna. En svo séum þú annar á línunni, ertu að tala við einhvern? Er ég? Nei. Það er að skríða eitthvað. Það er enginn hér. Heyrðu þetta? Hvar? Heyrðu? Já. Það er prófað að hringja. Mamma, láttu mig vera! Mamma! Heyrðu í mér? Já, ég hringi bara í þig. Hvar á landinu ert þú? Nei, mamma, já, má þetta með. Ertu í Hafnarfirði? Já. Já, ok, ég er í bænum núna. Það er snákur í klóstinu. Ertu með plötuna með þér? Já, ég er með plötunar. Ég reyndar ekki með allar, en... Mamma, það er snákur. Óskar, eftir bara öllum plötum með? Já, get ég komið að skoða þetta? Já, hvað ertu svona leitast Bacon bátur. Hvað segir þið? Þarna heyrði ég eitthvað. Halló?
Halló, Hvað segirðu? það er eins og sé einhver annar á línu. Já, það er eitthvað annað á línni, hvað er að gerast hjá hann? Mamma, gef mér djús! Hvað segir, viltu djús? Ég veit ekki hvað þetta er. Ég held að hann er ekki okkur. Er þetta ekki hjá þér, eða? Nei. Nei, ok. Ég held að það var hjá þér. Nei, ég er bara einn hérna. Herði, Mamma, á ég að kíkja á þetta? mamma, hvernig kemur pappi heim? En hvað hefur verið að kaupa svona plötunar á? Því að nú þekki ég ekki alveg svona hvað maður á að selja svona á. Pappi er alltaf að vinna og það er alltaf einhver nýr maður hérna heima. Er? Ég veit ekki hvað þetta er, sko. Nei, hver er alltaf heima? Ég veit það ekki. Nei. Herði, Já, af því ég veit að ég fyrir eftir hvort ég var á plötunum ekki, sko. Já, ég skilji, þetta er bara eitthvað sem ég fekk frá pappa. Mér langar táneglur. Ok, á ég að kíkja á þetta snakvast eða? Já, ég geti líka bara rent. Pappi! Hennar að kalla pappa sinn. Hver? Ég veit það ekki. Mamma, hér er blóðugur hnífur. Ertu með blóðugan hníf? Já, það er góða mikið í gangi þarna. Herðu, þetta var að skrifa niður þá? Já, maður sjá, ég ætla að fara hérna inn og hendur svo blag. Hvað ertu, sérum? Af hverju hefur þið blá, Silja? Berg. Mér klæri hári, pappi. Klæjaði hvað, sérum? Náruðu? Já, klæjaði hvað? Ok. Þröstur. Ég heyri það... Er lúsin komin í leikskólana? Í hverjum? Halló? Þú hérna, já, ég lækja bara 23. Ef maður fær njálg þá er best að líma á raskandi límband og svo taka það upp og sérðu njálgin í límbandinu. Við sjáumst. Sjáumst við? Já, það er ekki að koma á Lækjaberg. Jó, ég vil ekki eitthvað með eitthvað njál. Krummafótur. Nei, það er eitthvað á línunni sem að heyrir ekki okkur en við heyrim í honum. Heyrir hann ekki í okkur? Nei. Hvað er hann að gera? Ég er að kafna, frendi. Það sér þetta eitthvað. Nei, hvað er þetta? Jæja, herru, ok, vinni, þú ert með þetta, þú hefur samband. Hjálp! Herðu, glæsilegt. Getur eitthvað hjálpað mér? Nóka bara. Vá, þetta er svo steikt, sko. Þú varst út allt líka, sko. Já. Það var svolítið skemmtilegt. Þá kom bara eitthvað. Þú varst bara með njálg og ég veit ekki hvað og hvað. Ég átti kannski að vera bara að fókusera á okkur eitt eða? Nei, þetta er bara rugl, sko. Þú mátt gera það svo vilt á það. Fallegu texti og fallegt lag. Já. Ekki satt, Steindi Junior? Jú, þetta er bara svona FM-lag. Já, bara svona huggulegt. Þeir eru hugguleg. Já, og já, við vorum á hann í talaðið símtal, styttist í að við ringjum á stigaganga og þykjumst vera fluttið þar inn. Já. Við erum búin að taka það upp og það var virkilega skemmtilegt. Ég þóttist vera að fara að halda eitthvað rosalegasta innflutningsparti allra tíma og Steindi Junior var með dóttir sem var andsetin og... Þetta verður svolítið steiktu þáttur. Þetta er steikt og skemmtilegt. Já. Það er oft þannig, en ég er búin að vera með svona liði alltaf, Steindi. Ok. Hjá þeirra gestastjórnundir eru hérna. Eins og í síðustu viku, mástu, þá spurði ég þig ef þú ættu dýra aðlæðu upp. Þú reynda að komast með eitthvað versta svar sem ég heilt bara við þeirri spurningu. Ég sagði rottur. Já, sem er alveg skelfilegt. Ég miskildi það. Ég held að vera að tala um bara svona eina stóra rottu. Þú veist, þetta væri svona, þú veist, rottu pappi og rottu mamma. Já, þú sást bara fyrir þig bara eitthvað svona rottur sem að voru 1,98. Já, við værum samt inn í svona stóri músahólu að baka og svona gaman alltaf. Já, bara eins og þú sér í teiknimyndum. Já, en ég fattaði ekki alveg að þetta væri náttúrulega þannig að ég væri bara einhverju skítuðu hólaræsi með 1000 rottur. Já, þannig lifa rottur. Já. Þær eru ekkert með pípuhatta og 1,98 í einhverju svona músa. Þú veist það alveg. Já, svo getur maður verið bara steiktur okkur grilli og bara maður getur endað á McDonald's einhvers staðar í Arizona eða eitthvað. Já, það er endar með flest dýr. En það sem ég ætlaði að spyrja það núna er, ég var með spurningu fyrir strákan alltaf á sínum tíma. Þá var það að mættu djamma með hverjum sem er í heiminum. Ok. En ég ætla ekki út í það. Ég ætla frekar að spyrja þig, ef þú mættir hitta hvaða 3 personur sem er. Ok. Það kemur til þín andi núna. Hann segir, jæja Steindi, herðu. Svona andi frægra, ekki svona andi jólana. Já, bara andi frægra. Þú mátt hitta 3 manneskjur. Hvaða 3 manneskjur sem er í heiminum, hverjar myndir þú velja? Ok, þetta er náttúrulega ekki létt spurning. Nei, þetta er svolítið erfið spurning. Ég sagði þér þetta aðeins áðan, þannig að þú fegst nú smá tíma til að hugsa. Já, og ég kom með þetta. Hver er í 3. sæti? Hvaða persónu langaði svona... Í 3. sæti? Já. Í 3. sæti myndi ég segja að væri Wesley Snipes. Af öllum í heiminum myndur þú vilja hitta Wesley Snipes? Er það einhverju lyfjum eða? Hvað meinar þú? Ekki Nei, ég er ekki fíblast. Ég væri til að hitta Wesley Snipes. Ef þú myndir hitta hvern sem er í heiminum, myndur þú vilja hitta Wesley Snipes? Já, ég myndi vilja hitta, já, algjörlega. Ég meina hann leik í Blade og Blade 2, Demolition Man.
Hann var í, við erum að tala aðaleikarinn í Passenger 57. Ég myndi skilja þetta svar 1994, það 2013, sko. Já, en þetta Wesley Snipes. Já, en af öllu, ok, ég get svo sem ekkert fyrir að rakka þannig. Always Bet on Black. Já, ég menn Wesley á frábæra myndir, en hann hefur ekki gert neitt í mörg ár. Sko, já, en þú veist, hvað myndir þú spyrja hann? Á topp 100 bestu myndum sem gerðir hafa verið allar tíma, hann á svona 3-4 á þeim lista. Allavega. White Man Can't Jump. En hvað myndir þú spyrja hann? Hvað fyrir langar að hitta hann? Bara segja hæ og... Nei, ég held að væri bara svo mikið ævintýri. Ég hugsa þetta svolítið þannig að ég myndi fara kannski einhver staðar að geta og fara á pubin og svona. Þú og Wesley Snipes bara tapasbarnum og... Já, eitthvað svolítið. Svo við myndum bara vera svona aðeins að fara við málinn og svo myndum við fara og taka kannski eitt gott skrall einhver staðar. Og þú veist, hann myndi alveg vera að lendi hinn og þessu. Já, Wesley Snipes í þriðasæti. Já, þetta er svakalegt kvöld. Þú getur ekki neita því. Hver er svo í öðru þá? Ég og Wesley, ekki dæma. Nei, ég er ekki að dæma. Mér finnst það skrítið svar. Hann má ekki fá mig hérna heimsókn og rakki. Með drullið við steindaholti minn, hann er ekki byrjaður. Nei, enda er ég er hættur. Þetta er þín skoðun og þú er rétt á hann. Ok. Þitt val. Ok, ég kem með annan. Já. Joe Rogan. Nei, þú ert að reyna að vera að fyndin. Nei, þú ert að reyna að fýblast. Sá maður er náttúrulega mikill snillingur. Hann er náttúrulega djókari og hann er svolítið í Wesley. Sá sem var þarna með... Fear-faktor. Já. Við myndum leggjast onni í einhverja kongulærmaður og... Mér finnst þess að þetta ekki að taka þessu leik alvarlega. Ég sverða ég að taka alvarlega. Þú mátt velja 3 manneskjur í heiminu til að hitta. Þú vilt hitta Wesley Snipes og Joe Rogan. Já, ég nenni ekkert að vera... Ég vill ekkert vera að hitta einhverja fótboltakalla, sko. Nei, ég hef ekkert gaman að því. Nei, ég er ekkert að tala um að þetta verði að vera fótboltamenn til það. En býttu nú við. Ég ætla að segja þér í fyrsta. Já. Það er mikill höfðingi og það er eftir sammálum ég veit það. Hver er í fyrsta setið þér? Christopher Lambert. Ég er ekki... Þetta er Highlander, hann leik í Highlander. Og, veistu, sko, gerði þú þinn lista 92 eða? Nei, byrju. Hendur þú saman þá eða? Og bara búin að geyma hann? Þessi maður, hann leik í bestu kvikmynd allra tíma sem er Mortal Kombat. Ertu að segja mig þá myndi frekar vilja hitta Christopher Lambert heldur en bara Barack Obama til dæmis? Þetta er Lord... Bandar ekki að fórseta? Já, þetta er Lord Raiden. Já, þetta er einhverjum 3 lélustu svör sem ég heyrst. Christopher Lambert líka? Já. Christopher Lambert, Wesley Snipes og Joe Rogan. Mátt hitta hvern sem er. Reyndar væri ég nú alveg til í að hitta Seinfeld. Seinfeld strax, frábært svar. Þú ert að skrifa sketsa og svona. Auðvitað, þarna er þetta strax byrjar að... Þetta er gott svar, Seinfeld. Og minn uppáhaldsleikar náttúrulega, Cabrio. DiCaprio, já. Ég hugsa að Leonardo DiCaprio væri á topp 3 hjá mér. En Christopher Lambert. Já, hvað? Hann er alltaf í fyrsta. Hinir geta verið þetta. Christopher Lambert kæmist ekki á topp 500 hjá mér. Ef Christopher Lambert myndir hringja mér núna, ég ætla að bjóða þér út, ég ætla að taka ég ætla að kemur á sækið á flugvöllin og ég ætla að vera klæddur sem Raiden þegar ég kemur að sækja þig. Ef Christopher Lambert myndir hringja mig og segja hann væri til að hitta mig, ég myndi spyrja hann hvað hann var að reykja. Ég myndi ekki hafa neitt nákvæði. Myndir ekki einu svona hitta hann? Gera hvað? Hvern vilt þú hitta? Barack Obama, Leonardo DiCaprio og Ross, Michael Jordan. Michael Jordan? Já. Mínum að þetta er besti íþróttumar allan tíma. Ég finnst hans leiðilegur. FM 957 og Túborg leitað stjórnanda til að sjá viðtöl fyrir Túborg TV á öllum helstu tónleikarhátíðum landsins í sumar. Ef þú telur þig vera réttan aðila fyrir Túborg TV, sendu þá myndband af sjálfu þér á Facebook síðu Grænaklúbbsins. Aldurstakmark er 20 ára. Athugið, við munum velja 2 aðila sem fá að spreyta sig á fyrsta verkefni sumarsins, Keflavík Music Festival. Síðasti skilafrestur er sunnudaginn 2. júní. FM 957 og Túborg TV á tónleikum í allt sumar. Stundum þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabátaleg heimur vinnu. Segir svo bara að konuna ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðileg freisting. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarf lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar. Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Sýnum andstæðingum okkar virðingu, þrátt fyrir mismunandi skoðanir. Þá er meiri líkur á að tekið sér mark á okkar eigin skoðunum. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-aðild xnei.is styður þannig boðskap.
Ertu á leiðin á Keflavík Music Festival eða þjóðhátíð og leiðist að tjalda? Forsalan er hafin á rentatent.is. Pepsi-deildin hefur aldrei verið sterkari. Mörkin og allt það helsta úr leikjunum í Pepsi-deild Karla. Pepsi-mörkin í opinni dagskrá á Stöð 2 Sport. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vikum frá því að vera þreytt. Já. Ég hræðist það, mér finnst það ennþá flott. Er þetta ekki bara Gangnam Style, bara all over again? Nei, það er ekki alveg, þetta er ekki svo slæmt. Lagið er hrikalega flott. Ég er ekki komið leið á því, en það hræðir mig að ég finna ég mun fá leið á því bráðum. Þannig ég ætla að spara til dæmis í FM 95 Blöð, ég ætla bara að spila kannski 2 í þessari viku eða eitthvað. Dag og föstudag eða eitthvað. Sammála. En já, mér finnst það bara allar útastöður ætti að gera það, svo við fáum ekki leið á þeim. Og málið er það að þetta er fyrsta sturlaða staðrendin sem þú segir í dag. Það er rétt. Að þú heldur að þetta lag sé að fara að deyja. Já, ekki að fara að deyja, það er að fara að deyja fyrir mér. Já. Ég fer að fá leið á þeim. En svo er ekkert allir sem er að hlusta á það jafnbátt ég kannski. En það er eins og að komið að sturluðum staðrendum og ég er með 10 handa, þér og hlustendum. Ok. Og þær eru þínar í dag, eins og alltaf. Ok. Hvernig líst þér á það? Mjög vel. Nei. Jú. Þá kem ég hér með fyrstu. Somnifóbía er hræðsla við svefn. Það sé ekki skemmtileg fóbía sem til að vera með. Nei. Bara hrættu við að fara að sofa. Mér er alltaf svolítið illa við að vera að fara að sofa. Af hverju? Af því að mér finnst miklu skemmtilega að vaka. Já. Og málið er að þú veist, líka því að mér dreymir aldrei neitt. Í alvegni? Já, ég rít svo mikið að ég held ég ná ekki að fara í eitthvað djús. Það er reyndar ógeðst þetta svo vel hennar. Við komst nú að því evrópska draumnum. Já. Og ég held að vera að grínast þegar þú varst að tala um þessar rótuðinnar. Þegar ég fæ martröð, þá vakna ég upp glaður. Mér dreymdi eitthvað. En konan, hún fer oft úr svefnherberginu og inn í sófa. Nei, það er meira svona að ég er ekki fram í sófa. Já, ok, og hún er með eyrnatappa svona og við erum ekki að fýblast eins og Nei, það er ekki reygin, en hún er í alvörunni, hún sefur stundum með eyrnatappa, sko, af því að það er bara erfitt að vera við hliðina á mig, sko. Já, enda við þurftum að skiptast á strákanir í Evróska. Það var bara martröð, maður svaf ekkert í 2 daga þar maður með, John Candy og Plain Strange og Automobiles við hliðina sér. En það er bara svo gaman að vaka. Já, það er gaman að vaka. Já. Það er líka svo gaman að sofa. Já. Það er, veist, ég elska að vera heima til þeim sem helgi. Henda sér upp í sófa og vera að horfa á eitthvað og ná svona 20 mínútum. En ég ætla bara að vera henskilnjöðar fyrir ég fer aldrei upp í rúm og bara til þess að fara að sofa nema konan þurfa að reka mig upp í rúm. Ég vil helst bara sofna. Já, bara yfir sjónvarpinu eða eitthvað? Já, ég má bara ekki fá sjónvarpinu í herbyggi. Nei, ok, leðilegt. Hákallar mígaði gegnum skinnið á sér. Já. Sturlustarrind. Ég held að það sé voða þægilegt. Þeir bara einhvern veginn just let it go. Já, þið þurfa ekki að taka hann út. Nei, og ekkert vera að stressa sér hvar þeir eru og eitthvað, fólk sér ekkert þessi að míga. Ég held að það sé bara voða kósi. Já, ég held að líka. Svo er það hér næsta. Eftir að hafa hort á First Blood, 6 ára, tók Ryan Gosling steikarhnífa með sér í skólan og henti 8 strákum. Sturlu staðrind. Þannig að Ryan Gosling er svona eins og ég, hann horfir á bíómyndir og vildi vera eins og í bíómyndinni. Já. Þetta var vandamál hjá mér sem krakki. Hvað var hann gamall þegar þú? 6 ára. Já, meina þegar ég var 12 ára. Þá fá maður í ammæli, í svona pítsu, strákamæli, pizza og kók og svo horf allir á 3 Ninjas. Já. Svo fór allir til garða slást og kom það einn svona 1 og 1 vælandi, sko. Ég var alltaf í þessu líka. Ég fór í bíó sem krakki, þá vildi ég vera aðalhetjan. En svo ég vildi eiga Herbie eftir hana og vildi vera Batman á sín tíma og svona. Já, þú vildi verða maður sem klæðið sér býð leður. Já. Og hef ég gert það svolítið síðan. Fighting crimes. Svo er það hér, þeir getur bara dreymt andlit sem að þú hefur séð áður. Þú ert ekki á að gera þessu, það sem að þeir dreymir ekkert það eru. Nei. En þá veitir það, hlustendur, að þeir getur bara dreymt andlit sem að þeir hefur séð áður. Okay. Svo er það hér, þú þolir ekki fólk sem er mjög líktir í hegðun og flestir hætta saman flest pör hætta saman ef að makarnir eru of líkir. Er það ekki bara málið? Og verður maður ekki, sko, þú veist, þeir sem er að fara ná sér í einhvern maka. Já. Þarf þetta ekki bara að vera alveg svart og hvít? Já, svo er það líka hættulegt. Já. Það séu svo, maður ofta heyrir fólk sem að hætti saman, já, þau voru svo ólík. Hefur gert það?
Jú. En svo náttúrulega, ég er líka sammála, það gengur ekki hans of lík, og veist, ég get ekki verið með sömu freki og ég það nokkuð ljóst. Já, þú ert frekur. Nei, ég er svo sem ekkert þannig frekur, sko, en ég er ráðríkur, kannski, meira. Ég reyndi að ljúga því að fólkinu. Hörru, svo það næsta. Eigandi Pokémon og stofnandi Pokémon er metinn á $5 miljardar, sem er sinnum 130. Ok. Af hverju fyrir við ekki að búa til eitthvað svona skítaspeg? Hvað er Pokémon? Spjölda, þú getur þetta er svaka dæmi, sko. Ég fór að hugsa þetta, en ég er bara ekkert nú að vel inn í þessu. Ég veit ekki alveg hvað Pokémon er. Sko, þú getur séð fullorðna menn gráta nýri Nexus þegar þeir tapa í Pokémon-leik, sko. Þetta er það kepp í þessu? Já, þú ert bara með þinn stokk. Já. Svo setur þú bara út eitthvað Peekaboo og hann skýtur eitthvað annan og eitthvað svona dót. Okay, með teninga jafnvel og svona. Og hvernig eignastu góðan Pokémon stokk? Með að vera dullur að býta eða vesla eða hvað? Já, allir það ekki. Það kemur mér þetta óvart að sko að ég hefði vilja að gæinn sem kom með Dungeons & Dragons, hann hefði verið metinn á hennar penning. Já, hann er örugglega metinn á eitthvað líka. Það er mjög skemmtilegt. Já, ég hef spilað AD&D. Já. Roleplay. Herra, svo er hér, Ronald Wayne seldi 10% sinni í Apple á $2.300 1976. Það er metið í dag á $58 miljardar. Aðeins, hann er kannski aðeins að hingra með það. Geta á sig að selja. Já, hann er aðeins og snöggur. Hann er að tala þau konuna sína. Ég held að það sé rétti tíminn að selja núna. Ég ætla að kassa út. Já, $2.300. Málið er, ég gæti ekki lifað, bara spáði, ég gæti ekki lifað með þessu í dag, held ég. Nei. Vitandi það að það sem ég seldi á $2.300, ég hefði fengið 58 miljardar fyrir það núna. Já, þú værir alltaf í fílu. Og líka konaðinn. Hún er farin frá honum. Hún er báttið bara, herru, sniðið þér að selja fíflið þitt. Bara alltaf þegar þau fara að rífast, þá hendur hún í þetta. Herru, hérna, hann var að ok, viltu ekki bara selja þetta? Ekki bara selja bílinn og húsið og allt það? Já, fær svo góðan prís fyrir það. Þú varst með að lofa að tala ekki með þetta aftur. Það eru 2 réttir. Tónlistarsmekkur þróast með árunum og það hefur gríðarlega mikil áhrif. Hverjir eru í kringum þig þegar þú ert að alast upp? Sem sagt, þú fæðist ekki með þinn eigin tónlistarsmekk. Ég skilji. Þetta fannst mér áhugavert að heyra því ég hef actually spáð í þessu. Já, þegar ég var í Gago, þá var þetta bara tvennt. Annarkvort varst að hlusta á rap, sem var svona Wu-Tang og þessar hljómsveitir. Já. Eða þú varst að hlusta á rock, sem var bara Marilyn Manson og Korn. Ok. Það var ekkert annað. Nei. Þú þátti bara að velja. Buxurnar á hælunum eða rockar á bollur. Já, þegar ég var nú ekki úlingur, fjandinn hafa, ég er nú ekki það gamall, en það var alltaf bara annarkvort Duran eða Vam 3 á krakki. Svo bara ég heldur bara allir upp á Michael Jackson. Já. Svo var ég dottinn í Guns N' Roses og svo Nirvana. Ég er rosalega go with the flow. Ég er 32 ára. Það var gott að þig. Ég drakk í nýmaður. Svo er það síðasta og ég var reyndar alveg til að sjá myndir af þessari konu. En það fættist kona með 4 lappir. Ói bara. Já. Mannfætla, einhver. Já, ég held að það sé ekki kósi. Og getur hún notað þær allar? Það stóð ekki. Það væri satt geðveikt. Það tala um hún hlaup eins og hestur? Já, ég var til að vera með 4 hendur til þess. Nei. Svona svo Síva. Jú. Myndur þú vilja það? Og Goro í Mortal Kombat. Ef þeir eru búið það núna að vera með 4 hendur, myndur þú þykja það? Já, auðvitað. Nei, það er eins og eitthvað fríksjó. Ertu ekki að grínast? Auðvitað myndi ég vilja gera það. Að vera með 4 hendur? Já. Hvað með þú getur verið að setja eitthvað e-mail-tal í síman, þú getur verið á klóstuna meðan, þú getur gert allt. Já, það er svo kolkrabbi í jakkafilm. Þú eru óstöðandi. Þú eru óstöðandi. Nei, ég held þú myndir ekki vilja að þó þeir eru búðaðastendi. Að það væri venjulegar, eða það væri ekki svona einhverjir stubbar, svona skrýttarhendur. Nei, bara 2 alveg svo þú ert með í viðbútt. Þá myndir þú þykja þér. Þá var ég með 2 handrukar að taka þú hendri. En þetta voru styrlaða staðreyndir. Hver fannst þér best? Í dag, hver stóð upp úr? Ég segi Hákallara. Já, mikið gegnum skinni. Já. Ég vorkinni Ronald Wayne, það er nokkuð ljóst. Hann seldi þarna 10% sín. Þú veist að kallmenn skiptast bara í 2 hópa. Nó, hvað hópa? Það eru menn sem taka pungin út fyrir míga eða ekki. Já, ok. Hvor er þú? Ég er Auðun Blöndal og Steindi Junior með okkur til 6 í dag. Í Fanta Feeling. Það styttist hér í að við förum í stigaganginn eða paranoia nágrannan. Það er bara hér rétt handa við hotnum. Þá ætla ég að ringja í einn nágranna og segjast vera fluttur inn og tala um það að ég sé að vera að halda partí. Og Steindi er með ég ætla að segja við Dóttir míns í ansettin og það verði andasæring klukkan 9 í kvöld. Ekki missa því, förum í smá auglýsingarvist. Frá einum besta leikstjóra samtímans, J.J. Abrams, kemur ein magnaðasta hasarmynd ársins. Star Trek Into Darkness.
Gagnrýnendur eru á einu máli. Þessa mynd verða menn að sjá. Star Trek Into Darkness, komin í bíó. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Framkoma, Stuðmenn, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Sálin og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar. Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Launamiði Happaþrennunar gæti gefið þér 100.000 krónur á mánuði í 15 ár. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. Ég endurtek í 15 ár. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar. Milli 16 og 19. Lebowski Bar. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Hugmyndina svoleiðis nafni, veit ég ekki, en lagið heitir Demons. Ég segi það, fyrir ekki snillingar. Ég meina, hvaða nöfn ertu búin að neyta þú ákveður að skýra hljómsveitina hérna Imagine Dragons? Já. Imagine Dragons. Alls skellulegt nafn. Það var bara ég eða? Þetta er glatað, þetta er glatað. Og glatað að líka. Nei, fínasta lag, en vond nafn á hljómsveit. En það er hins vegar komið að dagskrárlið, kæru hlustendur, sem heitir Paranoia nágranninn, sem á kannski ekki alveg við núna, því að ég hringdi sem nágranni fyrir dag, en var ekkert paranoiaður. Ok. Ég fann stigagang í Breiðholtinu og ætla svona að ringja og segjast þau að fara að halda innflutningspartí. Já, ég myndi nú segja að þú hafi hvor verið að nájast upp. Nei. En þeir leist ekkert á þetta. Já, og Steindi, við spilum þitt svo eftir. Þú ert með litla stúlku sem er andsetin. Já. Sem er mikið grill en engu að síður mjög skemmtilegt. Og ég vil ekki bara byrja á mínu símtali. Jú, gjör það. Þetta er sem sagt Paranoia nágrann. Ég hringi þykist þér að fluttir í stigaganginn og ætla að halda smá partí. Skulum bara tjekka á hennum. Halló. Fanney. Já. Komdu sæl, Einar Holm heiti ég og var að flytja hérna í stigaganginn. Já. Ég ætla nú bara svona að byrja því að kynna mig. Já, sæl, velkomin. Takk fyrir það, gaman að vera komin. Já. Á hvaða hæð ertu? Ég er hérna á annari hæðinni. Já. Og líka bara vel. Hæ? Já, ég hef nú alltaf verið mjög almennilegu við fólki í kringum mig. Já. Þannig að ég er svona að ringja núna í ykkur sem eru hérna með mér á stigagangnum. Já. Því að ég ætla að henda í smá innflutningspartí. Nú, já. Já, og hérna, það gætu verið smá læti. Já. Bara svo ég vitið að því. Já. Hann frændi. Hvenær ertu að hugsa að hafa það? Ég er að spá að vera með það núna frá 50 til sunnudags. Nó. Já. Það er bara 30 dagar. Já, ég er að fá hérna nokkra stráka norðan og fleira, þannig að þetta verður veistla. Já. Gústi frændi minn, hann er með einhverja bestu græjur sem að til eru. Þetta eru svona bósgræjur. Já. Nú viljum að setja þær vel í gang og þannig ég vildi bara svona vara við, það verði eitthvað læti. Já, takk að þið fyrir að láta vita. Já, og svo líka hérna, það verður endalaust að einhverju víni og vitleysu, sko. Já.
En eina, ég ætla líka... Ég vona að það trufli bara ekkert svefn og svo lið, þetta stendur nú ekkert alla nóttina. Nei, við erum oftast dauðir svona 6 leiti, sko. Já. En ef þú færð líka reikinn í íbúðina hérna, já. Ekki láta það bregða, ég er með reikvél. Ertu með? Við erum með svona reikvél. Nú, já. Já, það er svona, við erum með svona kastara og svo spúum við svona reik og þá verður meiri stemming í partíinu. Já, já. Þetta, þar sem ég bjó síðast, það fór þetta svona alla gangana þegar ég hélt partí, þannig að þú veist af því ef það er að koma reikur inn í íbúðina hérna, þá er þetta reikvélinu okkar. Já. Þannig ekki láta það bregða. Þetta er kaldur reikur. Já, kaldur reikur. Já. Og alveg skaðlaus. Já, einmitt. Og svo gæti byrja að leka smá fróða, við erum með svona smá fróðudisko hana líka. Já, það er aldrei list. Já, þetta verður stemming hjá okkur strákunum. Já, já. En þér er velkomið að kíkja, Fanny, ef þú vilt. Já, þakka þér fyrir. Ég var alltaf vona því að ég hafi úthaldi í það sem að segja. Nei, ég ósku svo góðra skemmtunar og ég vona þetta gangi bara ekkert úr hófi. Nei, nákvæmlega, það er kannski helst að laugardagskvöldið gæti orðið háa því að þá er maður búin að vera á 3 daga bömmir, sko. Já. Á ég til að vera svolítið bilaður. Já. En ekki láta það bregða. Já. Ég þakka þér fyrir allavega að láta að vita. Já, mér fannst það nú bara svona lágmark. Já, þakka þér fyrir. En Fanny, já. Þú varst samt ekki að hafa neinar áhugjur. Ég heiti Auðun Blöndal og við hliðina mig situr Steindi Junior, vinur minn. Sæl, Fanny minn. Já, það vilst ekki að heita Helgi. Jú, við erum að gera þetta svona smá símarrekk frá FM 957. Nú, svolítið. Þannig að ég bara þykjast fyrir að flytja inn í blokkina höfður, ég var ekki að flytja inn. Þú varst alveg að gútir þetta. Þú varst ekki að láta þetta trufla, það væri 3 daga veisla að fara að hefjast á það. Já, eins og ég segi svona, ég vonaði þó að þetta gengi nú ekki alveg úr hófi. En þetta er svona frekar ómunilegt, það væri 3 daga. Ég myndi segja að þú væri svona drauma nágranni flestra, held ég. Já, ég vona að ég verði svo heppinn með nágranna. Ok, bye. Þetta er svona nágranni sem maður var alveg til að hafa, Steindi. Ég vil að vera hún næs. Já, hún var bara svona, hún var ekkert að tröði yfir þessu, ekkert að láta í sér heyra, bara passið ykkur þetta fari ekki upp böndunum. Hún hefði bara kíkt yfir. Nei, hún hefði ekki úttalt í það, sagði hún. Þetta er líka frá 50 degi til sunnudags. Fróðudisko, reikur, svona eru innflutningspartíin inn, eða ekki? Jú, það er gaman að þessu. Maður er að hafa gaman að þessu. Það má eitt lag, svo ætlar Steindi að hringja á stigagang þar sem að hann er með, ansetta... Já, sárveika stúlku. Við byrjum eins og á Pitbull sem er með dansettin. Það er komin þvílíkstemming hérna hjá okkur, Steinda. Það er ekki hægt að segja annað. Sveppurinn í frí í dag en Steindi búinn að standa sem svo hetja hér. Hvað var Svepp að gera? Sveppurinn var að fara okkur á 2 fundi sem var ekki hægt að fresta. Ok. Hann fekk bara frí, strákurinn. Já. Og sem er allt í lagi því að það er hellingur að vera hér hjá okkur Junior og við vorum í stigagangnum áðan. Þá hringdi ég og sagði að halda innflutningspartí en Steindi hringdi líka fyrir í dag og í sama stigagang en ekki í sömu manneskju. Nei. Viltu útskýra þetta eitthvað áður við setjum þetta í gang? Nei, ég raunin ekki. Ég á litla stelpu og hún er ansettin. Já, það er svona basically það sem er að gerast þarna hjá þér í þessu. Eiginlega. Við skulum bara fá símtala að Steinda. Hann hringir í stigagang og þykist vera fluttur inn. Halló? Já, Gunnar. Já. Kottu sælmeistari Finnur Þrastar hérna meginn. Hæ? Finnur Þrastar hérna meginn. Já. Ég var að flytja í blokkina hjá þér. Finnur, byrju, hvað er það? Finnur Þrastar? Já, ég var að flytja þetta í blokkina í Æsafellinu. Í blokkina? Í Æsafell 2? Já. Býrðu ekki þar? Hvað eru? Er þetta ekki Guðlaugur? Nei, ég heiti Gunnar. Já, ég segi það. Er þetta ekki Æsafell 2? Ég býr í Æsafell 2, jú. Jú, herðu, sælunu Finnur Þrastar heiti ég og ég er að hringja hérna bara í alla í blokkinni. Já. Þannig málum vexti að við vorum að flytja hérna inn fjölskyldan og dóttir okkar er búin að vera frekar furðuleg og ég bara er að hringja og láta alltaf vita af því, sko. Já, við vorum hérna með matabúð í gær. Já. Og hún kemur hlaupandi niður stegan hjá okkur og missir þvag og er búin að vera að blóta og láta furðulega
Við erum búin að kippa úr skóla eftir hún var að taka sér neglutna þar og það sem er bara, ég er að láta í rauninni vita af að í kvöld 9:00 þá gæti rafmagnið fara að blokkinni. Já, að því að við erum að hugsa við erum búin að vera mikið á netinu við hjónin og frændi hennar er prestur og hann er staðráðinn því að þetta séu ekkert einhver læknanlegu sjúkdómur Þannig að við ætlum bara að prófa að láta hann koma og blessa Þannig að þú veist já, ef það má marka allavega þessar bíómyndir og svona sem maður hefur séð þá náttúrulega gæti rafmagnið farið af og svoleiðis. Hún er allavega með sama styrk líka nú Emily Rose og þessar stelpur. Þannig að ég er allavega ég ætlaði bara að láta alltaf vita að þessu. Af því að það er svo leiðilegt að koma, maður alltaf að reyna að koma feskurinn í blokkina. En þetta er alltaf leiðilegt þetta sem gerist En heyrðu, ekki er möguleiki á einu, hvað það stendur þetta, ég er á já.is að fletta upp öllum íbúðunum. Ég var nú búinn að tala líka við hann Halldór, veistu hver það er? Já, hann ætlaði, hann var að hugsa, hann gæti ekki gefið mig græntljós á það strax, hann ætlaði að hugsa að vera viðstaddur fyrir mig, því að frændi minn kemst ekki, sem ætlaði að vera, bara að vera inn í herbygginu og ef hún skildi fara að vera, fá einhverja svona krafta og sérstaklega hún fyrir að æla mikið, svona grænu, slími, þá vill ég hafa menn með kannski poka og ruslatunnur og allt þetta bara á standby. Hvort að þú hafi tíma kannski milli bara 9 og 10? Ég veit það nú ekki, ég er nú þetta að gera kvöld Er það? Ég er bara að tala að myndi kannski liggja yfir lappið, bara væri á fótunum á henni svona aðalega Það væri á? Væri bara myndi svona liggja á henni bara svo ef hún skildi reyna að standa upp Ég veit ekki vera tímaður Ekki? Nei, ég skil það alveg Á hvaða hæð eftir þeirra? Ég er á efstæðinni Efstæðinni hérna upp á... Já, ég er bara kominn í mæ Já. En maður skilur það alveg, ég ætla nú bara svona að heyra, mér fannst þú verið svo hress á því og svona. En það sem ég er aðalega að spá í ef hún er að kalla nöfn á einhverjum fjölskyldumeðlum hjá þér jafnvel og svoleiðis, ekki láta henni bræða það. Hún er bara, þú veist, við höldum að við séum að díla við Lucifer þetta Já, er það batterislaus? Já. Herðu, það er verið að mála íbúðin hjá mér í kvöld, ég var búinn að gleyma því. Við komum kannski bara niður með hana. Ég var að hætta núna. Segja það, mestari. Ok, bye. Þetta er svo mikil steik, maður. Þetta er einhver mesta steik sem ég heilt. Heyrðu, hann var til í að horfa samt framhjá sem andasærikum. Já, en hann var ekkert að vera að hjálpa. Nei, þú veist að ég er upptekinn. En eina sem ég er að spá er trúðanum sem. Ég veit, Hann vildi ekki koma að hjálpa þér. Hann vildi ekki koma að hjálpa mér. Hann var svona eins og var að horfa framhjá. Hann trúði sig kannski alveg. Já, við værum að fara reyna að særa. Hann var að rífa sér negluðar í skólanum eitthvað. Hvaða bull er þetta, maður? Þetta var, stigagangurinn, já, Steinda. Verðum við ekki að hringja í hann, eða? Já, við erum látað að vita. Svo ég tek einn á eftir. Já, segja það. Ert þú hugmyndasmiður? FM 957 leitar að nafni á nýja morgunþátt sem er farin í loftið. Komdu inn á fm957.is og deildu með okkur þinni hugmynd. Sigurvegarinn í keppnin verður leystur út með splunkunýjum iPad mini frá Easymanum. Komdu inn á fm957.is með þína hugmynd og hlustaðu síðan á Sverri Bergmann og Óla Jóels á morgnana milli 7 og 10 á FM 957. Við er yndislegt. Látum ekki ólíka skoðanir okkar stíga okkur sundur. Nýtum þær til þess að komast að upplýstari niðurstöðu í sameiningu. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-aðild xnei.is styður þannig boðskap. Það glóir gullið í Víkingalottóinu. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Nú bjóðum við okkar frábæru pítur sem smárétti fyrir öll stór og smá tilefni. Pítan, sími 562 90 90. Pítan, alltaf fersk. Við töldum fyrir þig á Keflavík Music Festival og þjóðhátíð. Í fyrra seldist upp. Forsalan er hafin á rentatent.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörmerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistastöðin FM 957. Þetta er eitt gammalt og gott, ég er Heartbeat með Childish Gambino. Já. Ég er að hlusta á FM 95 Blö, Öttu og Steindi með ykkur hér þennan þriðju daginn. Samt hálfgerður mánudagur því að það var frí í gær. Já.
Hvað gerður þið í gær? Það var nú óskup lítið bara. Hóruðu bara Game of Thrones og eitthvað. Já. Það er samt alltaf svona cozy að fá frídaga inn á milli. Hóruðu ekki að Simpsons? Jó, orða Simpsons, íslenska Simpsons. Hvernig fannst þátturinn? Það var bara fínt. Já, sko, málið er að það var bara svo áhugavert að sjá allt þetta íslenska, en sjálfur þátturinn, ef ég hefði til dæmis myndi búið í Bandaríkjunum, þá var þetta ekkert það skemmtilega þáttur. Nei, líka maður fekk smá svona þennan íslenska aularhóll. Já, Shirley Bastrati og svona. Já. En gaman að Carl skulle vera frá Íslandi. Algjörlega. En þarna, sko, Sigurrós og Jóhanna Sigurðardóttir eru, sko, komin þarna með öðrum legendum. Það er búið að teikna þau í Simpsons. Já, það hefur erfið að toppa það. Já, það er alveg respekt, sko. Já, ég hefði viljað sjá Gnarrinn þarna, sko. Já, hann var ekki. Nei, það verður næst. Já, en varstu ánægður með Eurovision sigurvegarann? Danmörk. Já, var þetta drullu sama kannski, eða? Smá. Já. Ég er endar, þú veist, það var smá svona lumma í partíinu á mér, það drói Danmörku og svona, hann var... Það er þetta að taka nokkuð skot? Já, hann var farin heim fyrir minnati, við getum orðað henni. Það er glæsilegt, það er ekki pappiðinn. Það er líka sko eina góða við Eurovision. Ég lakka mest til föstudagsins núna. Þegar Egill Einarsson, a.k.a. sko Gilsaurinn, þegar hann mætir hérna á föstudaginn, sá fær að heyra það. Hvað var hann að tala um? Hann með allt lóðrétt niður þegar það kemur á Eurovision. Hann var 100% af því að Kaskada myndi vinna þetta. Svo grenni hann og hlátrið þegar ég sagði að það kemur ekkert óvart að Eyþór yrði fyrir ofan Kaskada sem hann var. Ísland var fyrir ofan Þýskaland. Og já, svo var ég búinn að segja hann að Dani myndi vinna. Þeir unnu. Þannig að gekk basically allt eftir sem ég sagði, ekkert sem hann sagði. Þannig ég held að hann er að hætta að ræða Eurovision og einbytta sig bara stuðlaðabölum. En hans draumur gæti orðið að veruleika í dag, en að Skúter gæti þú sem alveg tekið þátt í Eurovision fyrir... Já, Skúter enn og leiðin til Íslands. Hann lítur nú að gleðjast yfir því hann Egill. Það þarf að fara? Nei, ég hugsa ekki. Það er eitthvað vissan á þér? Nei, ég bara... Þú veist ekki eins og hvað dagsetningin er og hvað okkur allar ekki? Nei, á Skúter. Ertu búin að lofa þér eitthvað annað? Nei, maður hefur ekkert mikið gaman að Skúter. Nei, það er einhver, ég held að við getum ekkert verið með mikið ólíkari tónlistarsmekki og Egill, sko. Nei. Ég er voða lítið fyrir Skúter. Ég hugsa nái ekki að plata okkur á Skúter og bassöndur. Nei, nákvæmlega. En við óskum að sjálfsög Eyþóri hjartanlega til hamingju með flutningin, hann var glæsilur. Já. Það er ekkert við hann að sagast. Enga veginn. Það var bara lægi og greinlega gælun og gott, því að hann söng það fullkomlega. Já, og svo voru, svo kvenfólk út allan heim, gætt bara ekki, það var að missa sig úr. Já, sérlega, hann er þetta með þessa þykku ljósu lokka sína. Já, hann er kyntákn. Hann mætti alveg gefa mér eitthvað af þessari rót. Já. Út í það er farið. Það mætti bara gefa mér bara þumalringi til að setja á mig, sko. Já. Hann er með þumalringi. Já, hann var svolítið blingaður. Já. Er þetta eitthvað sem maður á að fara að vinna meira með? Þú blingaði ekkert upp? Ég er að spá ég að safna hári og fá mér þumalring. Ok. Hefur þið verið með eyrnalokk? Já, ég er með eyrnalokk. Já, ég var alltaf með eyrnalokk þegar ég var í gamla dag, í hægra eyra. Það var hommalegt að vera með í vinstra. Þegar þú varst Red Bull og algjör scumbag eins og Bent sagði mér frá einnum daginn. Bent sem kom í gestur og hann opnaði þessu svolítið hvernig þú varst sem úrlingur. Ég er bara ásamála öllu því sem ég heyrði, sko, en málið er að ég var með... Þú varst að þögg. Veistu hvað? Hvað? Á næsta ári, þá ætla ég að líta út eins og Eyþór. Ég ætla að safna hári og ég ætla að fá mér þumalring. Já. Nákvæmlega. Ég er ekkert að grínast. Nei, ég heyri það. Mér finnst það bara að vera geðveikt lúk. Ég get fengið með þumalringin, ég get ekki safna hári. Við ætlum með þröngan jakka. Við ætlum að fara hér í eitt lag, svo er það, geymt en ekki gleymt. Þá ringjum við í gamlar skjáauglýsingar. Svona smáauglýsingar meira. Og tekum hvort það sé búið að selja hlutina, ekki missa því. FM 95 blöð á FM 957. Jep. Og við Steindi erum í miklum fíling. Já. Það er komið að dagskrálið sem við sveppurum með á þriðjudögum sem heitir Geymt en ekki gleymt. Já. Og þá förum við hér inn á tímarit.is og finnum gamlar smáauglýsingar og erum að hringja í fólk sem var að auglýsa eitthvað fyrir 10 til 15 árin síðan. Já, ég myndi segja að við verðum að hafa allavega 10 ára gamalt. Já, ég er búinn að finna blað sem er síðan, þetta er 2003. Já, ok, það er sleppur. Þetta er 10 ár. Já, það er mjög gott. Sko, ég hef verið að hlusta á einhver. Já. Mér finnst þú vera svo öflugur í þessu, ég vil að þú takir þetta. Á ég að taka báða? Tekur báða, allarleið. Sko ég er með, ef við skoðum hérna er einn að auglýsa sleða til dæmis. Ok. Svona sér þau, eitthvað rauður sleði, þetta er Hárkjör 99, ekki 860 km. Ok. Og ekki tekka honum? Jú, tekka honum. Svo líka heldur bílum að nöfði? Já, svo líka eitthvað pick-up bíl hérna, þetta er ekki tekka á þessu bílu. Ég ætla að byrja hérna á sleðanum. Ok. Já, góðan daginn.
Varstu búinn að selja Yamaha-en, Ventura-en? Yamaha Ventura, árgerð 99. Já, blessa. Hvar varst að draga þetta? Er hann farinn? Já, bless, bjóstriði. Já. Blessa, það komið mörg ár síðan. Nó, anskot. Já, ég veit ekki hvað þú grafið þetta. Hvenær seldur hann? Ég bara man ekki hugmynd það svo langt síðan ég bara veit ekki hvað þú grafið þetta upp, hvað Anskotin, þú veist ekkert, þú manst ekkert hvert hann fór og á hvað? Hann fór? Nei, ég veit ekki hvert hann fór. Nei, þú ert með hérna bara tilbúð óskast, hann var rekinn 860 km á þeim tíma. Jú, akkurat, þetta hann fór bara alveg samdagur, sko. Nei, ég aðeins og segið. Það svo sett, allt og sett. Nú, jæja, alltaf sama helvitis óöfninni mér þegar að kemur að þessum smáhólusingum. Já, ég er með þetta bát þetta, þú veist, vatnabát, með mótor og öllu saman. Þú líki báta? Nei, það er gott, já. Nei, en ég sé það hérna, þetta er síðan 2003 maður er aðeins og setni í þessu kjaftaðinnar. Já, ég veit ekki hvað þú graf, ég er alveg búin að steingleima hvað fór á. Ég minni samt að verið eitthvað 400.000. Ok. Ég hlýt að finna eitthvað annað, ég get ekki verið endalaust óöfinn í þessu. Það til að ekki á. Bless. Svo til ég að spjalla. En heyrður þau hvað var genuine? Já. Bara hvað var langt síðan að selda hann. Og menn verða líka svo sáttir. Bara svona, já, þú veist, hann fór og fekk einhverja gamla minningar af sér og sleðanum og svona. Svo ætlaði hann bara að selja með bát. Já. Hvað er það að ringja? Já, góðan daginn. Daginn. Toyota Tacoma 4x4, árgerð 95. 2700 vel, er hann farinn í þér? Er hann farinn? Já. 10 ár síðan. Eru? Já. Nú, hann sko. Æja, ok. Hvað fór hann á? Það man ég ekki, langt síðan, þetta er bara síðustu öld maður. Já, ok. Hvað er ég svona seinni í þessu? Já, nú er svolítið seinni í þessu. Manstu hvert hann fór? Já, ég man það. Hann er ekkert að reyna að selja kannski? Nei, þetta er ekki. Þetta er eldgamalt. Hann er örgulega löngóndur. Er það málið? 10... Ok. Herðu, jæja. Þetta er allt saman farið. Það er eitthvað hressandi við þetta. Það er svo gaman að hlusta á þig vera hræði í þessu liði. Þessi var ekkert að fara að spjalla samt. Nei, hann nefndi þið ekki. Nei. Sko, máli er að, svona svo hringdir í fyrst. Já. Honum fannst, hann gerði daginn hjá honum. Já, hann var mjög ánægður. Hann trúði ekki hvað var að gerast. Hann var líka með, já, var með báti, sölu og hann er svona braskari, sko. Það er rétt, þetta var, já, geimt en ekki gleymt. Having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99. Fast and Furious 6. We're not dealing with cops. We're drug dealers. Vin Diesel, Paul Walker og Dwayne Johnson eru mættir aftur í einni hörðustu spennumynd ársins. I need your help, Dom. I need your team. Fast and Furious 6. Take it or leave it. Frumsýnd 22. maí land allt í samstarfi við Dominos og GAP. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Megamaðurinn er mættur til leiks og hann er með þunnbotna, lauflétta, klassíska eða pönnubakaða sumargjöf handa þér. Allar stóra pítsur á aðeins 1390 krónur, pönnupítsur á aðeins 1590. Pantaði með appi, á netinu, eða síma 58-12345. Dominos. Jim Beam og Sobieski kynna Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is. Allir í bátana því nú verður spilað. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott.
Dísa, litríkt á bragðið. Safnaði frímerkjum hvað gott. Hallt á ketti hvað er leiðileg auðlýsing. Ég er að djóka. Ég er að djóka, maður. Hvað er þetta? Ég veit, frábært auðlýsing. Æðislega. Allir að fá sér Nissan. Það hins vegar, það styttist í lagi á leiðinni heim. Já. Það eins og komið að því að ringja hér í, einn heppinn hlustanda sem að hefur skráð sig í, Keflavík Music Festival leikinn og leikurinn hann gengur út á að taka mynda sér með miðan sinn og setja inn á keflavíkmusicfestival.com og sá sem við erum að fara að ringa í núna fær VIP backstage passa þar sem hann getur fengið að hitta alla stjörnunar. Ok. Nú ekki verra að fara í sleik við Rudimental. Nei, það er ágætt örugglega. Svo er þetta gistingu á Hótel Keflavík frá 50. til sunnudags á meðan hátíðin stendur yfir. Ok. Það er alvöru hótel. Alvöru. Út að borða öll kvöldin á pizzahúsinu. Bara eins gott að þessi sé ekki kötti. Já. Og gjafakort í Bláa lónið. Ok. Og svo Túborg og Smirnoff muni sjá til þess að vinningshafar fái nóga veitingum alla helgina. Þannig að þetta er ekki smá pakki og við erum búin að draga út einn heppin hér sem að setja mynda sér með miðan sinn inn á Keflavík Music Festival. Og hefur aðvaran eitthvað, hvað heitir hann? Hefur að segja nafnið eða bara hringja hann? Við getum ekki sagt hann heitir Aron Elís Árnason. Ok, Aron, ef þú ert að hlusta, við erum að fara að hringja þig eftir 5 sekundur. Ef þú ert að hlusta, það er eiginlega bara eins gott að sé að hlusta, annars er það brjálæður. Missar hann pakkan sinn? Nei, ég held að það væri svolítið ljótt, ég veit ekki hvort þið mikið það, en ef ég mætti ráða, þá væri það þannig. Má sjá, tjekkum á hann með það. Aron. Jón Jónsson. Jan Jansen. Er hann ekki að skemmta það? Já, örugglega, er ekki bara allir sem að hafa sungið að syngja hana? Jú, ég held að. Má sjá, ég ætla að tjekka þig. Hann er ekki að svara hann, Aron Elís. Því líku skellur. Sætlunur, þú ert hér í beinni útsendingu á FM 95 Blöð. Blessaður Róni, Steindi hérna, Sætlunur. Hann skellti bara á. Vá. Hann var svo starstruck þegar hann hefði röddinni. Nei, ég meina hvað, ég held hann að vera með að gera aðið sér það. Hann bara svona hrættu að tala við hann blöðar. Ég skal tala við hann. Og hann líður miklu betur að ég tala við hann. Förum bara vallega á hann. Já, þetta er ekki það gott lag. Já, þetta er þetta topplag hjá Jan Jansen í viðurkenna. Förum bara mjög vallega á hann. Hann heldur að segja að vera fíblastir, hann er ekkert að svara. Aron Elís Árnason. Hann er ekki að svara. Þú voru að svara? Við erum ekkert að djóki þér, Aron minn. Við heyrðum þið svara að ná hann. Þú sleppur ekki. Já, herru, þetta er hressandi. Ég veit ekki hvað ég get gert í þessu svo sem... Við förum bara heim til hann svo eftir. Aron. Aron minn, þú varst að missa pakka hérna á Reykjavík Music Festival. Þú tókst myndaði með miðaðinn og settir hann á keflavíkmusicfestival.com svo vilt ekki tala við okkur. Nei, og núna er þetta farið frá þér. Vinningurinn er þú klúðraðir þessu. Þú hafði fengið backstage passa, gistingu á Hótel Keflavík, út að borða öll kvöldin á pizzahúsinu, gjafakort í Bláa lóninu og Túborg og Smirnoff. Eða gott líf og skemmtu vel heima þegar hátíðinir. Hvað ertu búin að gera, drengur? Leiter. En, nei, hefur ekki gefað hann þetta? Hann slítur að fá þetta. Ég tala við Heiðar Austmann þetta. Allavega þá erum við búin að ringja hann og þetta er ekki flókið. Þeir sem eru að hlusta, þið bara smellið inn mynda ykkur á keflavíkmusicfestival.com með miðan og þá getum við dreigið ykkur. Við erum að fá hér lag sem heitir Down með Jay Sean. Veit ekki hvort það sé gott eða ekki, því ég hef ekki hlustað á það. Svo er það lagi á leiðinu heim, að sjá. Er þetta spilun eða bilun, Steindi? Þetta ljómar eins og spilun. Það myndir Sugar Daddy. Daginn 21. Maí, þetta er fljótt að líða. Spilun eða bilun? Það verður komið í júni áður við vitum að. Hvaða lagi sem vorum að hlusta á? Já. Ekki alltaf lagi? Jú. Absolutely. Það ekki? Ekki það þessu? Nei. Það er eins og að komið að laginu á leiðinu heim en það vil þó skemmtilega til að við vorum að rífast hér við Steindi. Við vorum ekki sammála hvaða ætti að vera lagið á leiðinu heim. Hvaða lag sagði þú áttur? Ég ákvaða að... Þú varst með 2 þegar ekki sem kom til greina? Já, ég leist ágætlega If you tolerate this, then your children will be next með Manic Street Preachers. Ok. Mannst ekki eftir því? Jú. If you tolerate this. Sko, ég held við ættum að setla þetta svolítið. Hvernig ætlar að setla þetta? Sko, við byrjum að því að spila mitt og við gerum alveg ráð fyrir því að hlustendur FM, þeir ætla ekki að fara bara beint yfir á gullbylgjuna eða Exið, sko. Nei. Þeir hlusta á bæði lögin. Já, ég er nú vonað að fólk klárið þáttinn, en við ætlar að það var með 2 lög á leiðinu heim, það hefur aldrei verið aður. Ok, jú, gerum það. Það er það málið. Ok, ég ætla að vera með lagið. Heitt lag er samt alveg... Ég er með lagið á leiðinu út í búð. Ert þú með lagið á leiðinu út í búð núna, þannig að fólk fer inn í búð og svo þegar það er búið að vesla, þá fer það í bílinn og þá fer það lagið á leiðinu heim. Já.
Ok, það er komið að laginu á leiðin út í búð. Á ég að kynna þetta? Já, þetta lag er ekki uppáld hjá mér. Nei, ég hef tröllatrú á þessu. Þetta lag, sko, ég kefti mér diskundaginn því ég fór í Góða hirðin. Og hann hét hérna eitthvað reyfitætlur eða eitthvað svo leiðis, ég man ekki, ég kaup mér ekkert oft diska, sko. Nei. Hendi einn í bílinn og þetta lagar á honum og þetta er K7 Come Baby Come. Alveg skelvilegt lag, Junior. Nei, þetta er bara... Ertu að fíla þetta? Er ég að fíla þetta? Ég er að elska þetta, hækka því. Hér á FM 95 blöð, þetta er lagið á leiðin út í búð með hljómsveitinni K7 Come Baby Come. Ég er að lofa þér í. Sérstaklega valið af Steita Junior. Þeir sem ætla að fara til búð og kaupa pulsur í kvöldmatt, þeir færðu sig yfir í steik. Já, eftir svona eðal tóna. Það verður ekki betra. Getur þú nefnt mér eitthvað annar lag með K7? Eða var þetta svona one hit wonder? Já, svona eða ekki. Ef að hit má kalla, já, þetta var nú vinsælt laginn í gamla daga. Já. Þetta er hvað síðan 96 eða eitthvað. 93? Já, hvernig tónlistarsmekk ertu með Steindi? Hvað ertu að setja á heima þér? Ég er yfirleitt með svona einhverja gamla íslenska músík. Ok, hlusta mest á það? Já, eitthvað svona skríti bara. Nýdönsk bara og sálun og eitthvað svoleiðis? Eldri en það? Nei, já, ég tek alltaf, ég bara svona er alæta á það, sko, en ég er svolítið svona í Bjartmari Guðlaugs og ég hlusta stundum á Einar Áttavelta. Ok. Þú vilt ganga minn veg, ég vil ganga þinn veg. Akkurat. Hvernig kvöldið hér? Nú fyrir við að kveðja, við endum endara hér á laginu á leiðinu heim. Já, ég ætla að hlusta á Einar Áttavelta, heima, einn. Bara einn heima að hlusta á Einar Áttavelta? Slökka ljósinn. Ok. Nei, ég er bara, kannski færi maður í bíó eða eitthvað, ég er í smá svona feeling. Já, það er enda nokkra myndir sem ég langar að segja bíó. Já, ég var til að sjá Cabrión slá í gegn. Já, Gatsby, maður ekki hana. Svo er hún komin þarna Fast and Furious 6 eða hvað konur upp í? Ég held að hún sé mætt líka. Það er þeir sem vilja sjá Vin Diesel og Rock. Það er ekki alltaf eitthvað svona stemming að kikið í bíó á Fast and Furious. Jú, svo er Star Trek og það er hellingur að gerast. Já. Og náttúrulega hellingur að gerast fyrir þá sem alltaf kannski að fá sér bjór í kvöld. Þá er auðvitað að koma sér í eitthvað pub-quiz einhver staðar og svo leiðis. Á þriðjudegi? Nei, bara að segja svona. Já, Blautur Junior. Er hann að fara að finna sér eitthvað pub-quiz? Ég ætli í bíó. Ég er að spara enda mér á völlin. Hvaða leið er að spila? Stjarnan Valur í Garðabænum. Heldur með Stjörnunni? Nei, sko, ég bý í Garðabæni, Valsari. Þannig að þetta er fýll leikum fyrir mig til að kíkja. Ég fór með svo síðast að leikja Val og mikið stemming. Já, er ekki stemning á þessu leikum? Jó, ef það er gott viður, var ekki komið sömmer. Ég fór á leik með Afturheldingum daginn, þið er unnu. Já, ok. Bossablossar. Já, þú ert náttúrulega í Afturheldingu. Grjótarður, já, ég er náttúrulega, þú veist, maður verður að stegja svona með. Við erum alltaf með makkafótbolta.net og svo erum við einn útlending og allt. Já, vá, alltaf gerast. Ég þakka að gæla fyrir daginn, Steindi. Takk fyrir að hlaupa hér í skarði fyrir Sveppaling sem verður mættur næsta þriðjudag. Já, ég myndi drepa mann fyrir Sveppa. Það er ekkert mál að hlaupa í skarði fyrir hann. Ég minni á þáttina morgun, þá verður Pétur Jóhann mættur hér og við verðum frá 4 til 6 saman í frí í síðustu viku, þannig að hann kemur helferskur inn hérna morgun. Ok. Takk ég vel á myndi Rikard G sem er mættur hér í stúdíóið, búinn að snúða sig, hel flottur á því og hann verður með okkur til 9 kvöld. Mikill leiðtogar Rikki. Mikill leiðtogar Rikki, hann setur þáttinn inn á vísir.is fyrir ykkur sem að mistu það. Það var hellingur að vera hjá okkur í dag. Já. Við fórum í Paranoia nágrannan, geimtin ekki gleymt, talaði við símtal og ég veit ekki hvað og hvað. Ég fekk að velja 3 manneskjur sem ég langar mest til þess að hitta í heiminum. Já, Rikki, hvern langar þið mest til að hitta í heiminum? Þú mættir hitta hvern sem er. Hvað myndir þú velja? Bara hvort sem er karlkynni eða kvenkynni? Já, bara myndir hitta hvern sem er í heiminum, hvern myndir þú velja? Ég myndi allan dag velja David Beckham. David Beckham, þannig er strax gott svo. Já, með Wesley Snipes. Já, með Joe Rogan, Wesley Snipes og Christopher Lambert. Highlander, hann leik Raiden í Mortal Kombat. Já, það var svona eins og væri að búa til 3 vestu, en þetta er svona misjafn smekkur manna. Takk fyrir okkur í dag. Takk hérlega fyrir að nenna að hlusta á þessa vitleysu. Við heynumst á morgun, endum á Manic Street Preachers hér með lagið If You Tolerate This. 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar. Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíói. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Ég valdi tómstunda á félagsmálafræði en þegar ég byrjaði í þessu, eða ég prófaði þetta fyrir tilviljun þá bara fann ég að kveikna eitthvað neitt inn í mér og mér bara langaði að klára þetta. Ætlar þú í háskóla í haust?
Um 200 námsleiðir í boði í háskóla í fremstu röð. Umsóknarfrestur grunnnám til 5. júní. Sæktu á hi.is. Velkomin í Háskóla Íslands. Alvöru eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðjan, Grensásvegi. FM 95 blö á FM 957. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið.